Þeir eru farnir af stað. Allir í góðu lagi, það er enginn í klessu. Allir þokkalega öruggir í gegn. Ekkert að ske hérna Hendó sem að þarf að athuga eða neitt að gera upp. Hérna er nálægt snerting. Ívar Máni er með stútaðan framenda. Fyrir að mökka bílinn sinn. Sigurjón Páll Helgason vantar á hann afturvæng. Ríkalegar brettur að því fennir Stefáni. Glimtu að setja bensíni sitt í gang og er ekki með nóg bensínir. Svo er Aron Breka þarna. Ingu Jón tekur varnarlínuna, fer það fyrir ekki svolítið vítt og glessir á. Þetta flækir málið talsvert fyrir honum Hákon Jökulsson sem er búinn að vera að leiða þetta keppni með 6-7 sekundar forskot núna í svolítinn tíma. Allan á 5 sekundar forskot bara eftir fyrstu 5 hringina. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað gerist núna. Wow! Snýst hérna vel og vandlega og það er Patrik sem snýst líka. Hvað er að gerast? Það er Gunnar Karl búinn að snúa, fagmannlega bakka upp að veggnum. Æpandi sókn er hann í. Saman í stóði Patrik að hann snertir. Ívara massa bílinn sinn. Óheppilegt að ég skulle hafa að horfa akkurat þarna. Ívar Máni kom með of mörg incident á sig og dómnefnd búinn að diskvalifæja hann. Það komið grænt. Gunnar Karl strax með árás. Næri ekki að læsa. Sjáu ykkur eru nálægt þarna. Þetta var fáránlegt. Hvernig getur Fenrir verið komin út aftur? Með hvaða bensín er hann? Gunnar Karl, hálfri sekúndu eftir honum Hákon Jökulsson. Já, kom fram að Hákon Jökulsson búinn að leiða þessa keppni allan tíman. Gunnar Karl er að ógna, hann er að sýna sig. Býttu nú við, Patrikur! Nei, hann er bensínlaus! Hákon Darri tekur sigurinn. Þarna, car control. I got this. Virkilega vel gert hjá Hákoni Darra Jökulsson. Mjög flottur akstur hér. Gunnar Karl í öðru sæti. Hákon, bara veit að ég var að hægja á mér til að búa til pláss á milli okkar. Þannig að ég er ekki að blokka þig. Ég er ekki viljandi að hlaða hana.
Takk Gunnar! Hvað? Jæja, komið sæl og blessuð, verið velkomin í þráðum beina útsendingu og GT Akademíunni. Ég heiti Aron Óskarsson og með mér er Viktor Böðvarsson. Viktor er ekki að keppa hérna í dag. Nei. En hann Hinrik, Já. hér á Óvurum, hann er að taka við þér. Eða, taka við sætinu þínu hérna í dag. Já. Takk Hinrik. Kærlega. Takk fyrir að kærlega Hinrik. Fáum upp hérna einhvers konar position. Tímatakinn er hafinn. Það er vist að klikka með músin einhvers staðar svo þetta virki. Bara bím, bara búm, fáum upp driver, takkja okkar góða líka hérna. Við erum að horfa hérna á þann Fenrir Þór. Nei, við erum komin yfir Ingvajon. Til að við skulum bara velja eitthvað sjálfkrafa bara. Þetta gengur í. Rumar að nota maður. Smessaði bílið sinn. Fáum full name hérna. Kíkjum á hann Hákon Jökulsson sem sigraði síðustu umferðina í formúludeildinni hjá okkur. Þegar vorum að keyra á Long Beach. Það var heldur áhugaverð keppni. Það var ýmislegt sem fór úrskeiðis og í klessu. Mjög spennandi. Tímataflan er mjög furðuleg. Hver er munurinn á fara úrskeiðis og hægt? Ég veit það ekki. Ég ger mig ekki gerfi. Hvað sagði ég þetta allt saman að það? Það er bæði fara úrskeiðis og í klassu. Já, ég skil. Já, ég fór alltaf inn að hugsa tímatöflunum. Þessu eru hvítu línurnar sem eru komnar þarna á milli. Já. Ég veit ekkert hvað þetta er. En við ætlum ekki að vera að laga þetta í dag. Ó nei! Við erum ekki að fara að standa í því. Við erum að fara að horfa á sturlaðan kappasturinn hjá þessu liði. Hann hérna Gunnar Karl er hérna einhvers staðar líka. Hatti Gunnar Karl. Albon Racing, hann er búinn að vera að vinna fyrstu 2 keppninnar. Svo kemur Hákon og tekur næstu 2. Fyrstu 3 fyrirgjöf vann Gunnar og svo kemur Hákon og tekur næstu 2. Þannig að þeir eru að fara að vera nokkuð jafnir á stigum ef að Hákon er að halda sigri í þessari keppni, sko. Stigðar það einhvers staðar eins og hann er? Fyrir þessu umferð? Man ég hvar það var. Þetta er ekki rétt stigatafla. Hvað er músi mín? Hvað er ég? Já, þetta er vitlaus mús. Já. Þetta er ókostur við að vera með margar, sko. Hvað er mann að burt hérna? Þetta eru stig. Það er stig. Já. Það er 40 stig sem skilja hann á milli fyrsta og annars sæti. Já, hvað fættar þetta fyrir milli? 35 stig. Já, ok. Það er með sigri í kvöld getur Hákon heldur myndi saxað á fluga. Heldur betur. Það sko að ná öðrum sætinu jafnvel að Hákon sé að Hann er mjög naskur, hann er mjög hraður bílstjóri og já, ég býst við, en Þórhallur Ingi er búinn að vera að setja svaðalega tíma í Garage 61 forritinu. Þess að í iRacing þá bara upplótar þetta tímanum öllum og hann er búinn að setja svaðalega tíma, þannig að ég býst við miklu frá honum Þórhalli í dag. Svona eins og alltaf, þá býst ég við gríðarlega miklu frá turboköltunum mínum. Þeir eru alveg uppáhaldsliðið mitt, mér er alveg sama hvort það megi eða megi ekki. Þetta er bara geggja nafn, geggju livery. Þeir eru bara að sigra þessa deild fyrir mér, sko. Thank you boys. ekkert hlutleysi. Ekkert hlutleysi, skýrt með hlutleysi, teka ekki í mál. En sjáu það eru 29 kepptur búin að á bremsunni þegar þið skinnið. skrá sig og mæta í deildina. Það verður að minna hérna keppendur á að standa á bremsunni þegar þeir snúa drasslinu sínu. Mús ángra. Skemmtileg braut, ángræn. Og þeir alveg.
smá kvitt. Meinar þá bara svona overall brautametið? Og brautum. Nei, ekki Ég hugmynd. að fletta þessu. Kimi Rækonen. Ah, Á 2004 fakla. Hérna þetta var keppt í Bólmari. það er mjög áhugavert. Það er mjög áhugavert. Það sem þið eru að horfa hérna á skjánum er stig liðana. Aðalbón Racing ennþá að toppa þar með 265 stig. Bjarki Viðar hættur í liðinu, bara hann snúið sér að námi og Patrekur Magnússon kominn inn mjög sterkur inn og kæmir heldur ekkert óvart að hann var í topp 2, topp 3 eitthvað. Okay. Hann kæmir ekkert óvart, sko. Hann lendi í slysi í síðustu keppni og var síðan bara alla keppnina að koma sér aftur upp listan og hann hefði verið fremst, það hefði verið mjög hættulegur, sko. Hann hefði losnað við þetta slys. Fjarlægum team standings, fáum upp live position. Ég er svo feil, svo glaður að takkarnir mínu skulle virka. Alveg nýtt líf. Það er tíminn rétt á tímabílunum. Já, með besta tíma. Hárrétt, hann er mjög snöggur, sko. Hann er óbáslega snöggur þessi drengur. Kom núna með besta tíman hálfri, nei, ok, ég held að hann væri hálfri sekundu. Ég las þetta 8 þarna sem 5 einhverjum vegna og setti 8 fyrir aftan. Hann er 131 millisekund á undan hann Gunnar Kalli liðsfélagi sínum. Ég er ansið þétt á þetta milli, það fer ekki að breytast í sekund fyrir í 7. sætinu. Hákon Darri er í 7. sæti. Eins og staðan núna, 10 mínútur eftir þessari tímatöku, svo það getur náttúrulega allt gerst, sko. Það er rétt. Ekki neitt, við að breyta þessum tölum inn og sjá interval á milli keppenda. Sjáu, það er 0,26. Það er sko 0,026 meina ég. Það er ekki neitt. Það er ekki neitt. Hann aukumenn. Það er hér í kvöld. Ég er svona eitthvað að sjá hvort það væri eitthvað nýtt annað. Það er... Logo'n eru bara prýðileg og allt er í orden, finnst mér. Turbogöldurinn er alltaf með eitthvað aðeins custom livery hérna fyrir okkur. Einsta skipti sem það er keppnið þá setja þær eitthvað nýtt á. Þetta er þetta fallega Gitjaketum í logo. Hinrik Haraldsson. Já, varmaðurinn. Varmaðurinn þinn, hann er með hérna Aston Martin livery. Já. Áhugavert. Ætli hann hafi farið og valið livery á hinn akkántin. Ég tekið það. Það var líklegt, sko. Hinrik er búinn að taka þátt í deildinni hérna á 2 mismunandi aðgöngum, þannig að það flækir smá stigareikningin hjá mér. Allt í lagi. Það var svona varamann sem getur bara votta í hvaða lið sem er. Varamaður fyrir mig núna. Já, hann er bara þinn varamaður í augnablikinu. Það er svolítið svoleiðis. Og hvernig er hérna... er Alexander ekki einn að dag? Jú, Alexander er einhvers staðar. Andri Marís. Hann kom í 1.25. Hann var eitthvað á ágjör á tímanum sínum aðan og kom sér síðan loksins núna aftur í einhverja góða tíma, þannig að... heldur betur. Hann ætlar að nýta draftið hérna. Hangandi fyrir aftan Stefán. Er þetta ekki Stefán hans? Þetta er Fenrir. Nei, Stefán hérna fyrir framann. Þeir eru að vera samfélag. Fenrir er að tóa hann og Andri er að tóa Fenrir. Svo er Hákon að nýta sér þetta allt saman líka.
Þetta er það. Já, það kemur ekkert rosalega óvart. Já, hérna er Gunnar Karl mögulega að setja einhvern frábæran hring. Þannig tímatöflin allavega sem ég er að horfa á, sem er reyndar gjarnan röng, sko, var að vera viðkennast. Ég hef oft haldið að keppið sé að ná góðum hring og svo bara stendst það ekki, sko, en við skulum fylgjast með það. Það er alveg að fara yfir línuna. Það setur hann inn, það er 1.28, þannig að það er, já, tímatöflan lígur. Það sé ekki mínusinn þá, já, það er að fylgja. En það var það sem ég gerði á þann. Já, þetta meikar ekkert sens. Já, ég held að það geti verið annarkvort í tímatöflunum röng eða ég. Það er eitthvað sem er vilaðinn allavega, það er alveg skotar. Herðu, hvað er chatið okkar? Við sjáum ekki chat, það er hér, hanna. Hér eru komin inn á chatið. Viktor No Brain. Það ætlar að kalla það strax. Patti sigrar þessa keppni. Which title ennþá keppni 4, by the way. Ná, það ætlum ekki að laga það núna, við hefum engan tími í þetta. Við hefum alveg tími í það, en bara þetta skiptir engu máli. Þið eruð að horfa á þetta að þið viti hvað er að ske. Þetta er keppni 5. Nei, þetta er ekki keppni 5, þetta er keppni 6. Þetta er keppni 6. Það er allt upp á 11 hérna. Herðu, World Class 3. Þú runnir inn blokk. Þannig að, bye. Ennum ekki svona liði. Ennum þess ekki, alls ekki. Þá skulum við fara að kíkja á næsta keppa sem kannski var rætt. Hákon. Hákon einmitt var að negla sér upp sæti, kom sér í 5. sæti hérna. Vel gert. En Hákon ætti að eiga eitthvað meira inni, myndi ég halda. Já, Hákon. Hringir af gyro-tökkunum mínu virkar, það er allt í lagi. Ég er ekkert fullið við því. Nei, ekki það sem virkar, allt í lagi. Þetta er inni, við ætlum að fara hérna óna. Nei, erum við að tala saman. Nú er ég til að vita hvað músi mín er, hún týnd, landinu. Ég er æðislega braut. Það er eins og Kvartmýluklúbbsbrautin okkar. Þetta er eiginlega alveg eins. Jafnlaung, herðu, þarna er framúrækstur í gangi. Vel gert, 3 mínútur eftir, kannski dettur í 4 svona með run-off tímanum. Gunnar Karl er ennþá 1.32 á eftir og Þórhallur Ingi er þetta rétt á eftir honum, þar að segja. En ef við förum yfir í tímabilið þá sjáum við munin í fyrsta. Já, það verður hart barist hérna á toppnum. Það eru topparnir alveg, það eru hérna topp 6 eru bara ansi hraðir, sko. Þetta er bara mjög góður tímar sem að setja. Þetta er bara hálf sekúnda í 7. Já, og það er svolítið svona 2 flokkar. Já. Eins og staðan er núna allavega. Svona eins og 2 flokkar sem séu að keppa hérna. Viltu ekki kauða áhorfendur?
kaupa áhörður, nei, ég hef 0 áhuga á því að kaupa áhörður, en það væri nú eitthvað skrítið, það væri bara 18.000 manns að horfa á þetta. Það væri enginn að trúa því, sko. Það er bara hvað að gera því. Kaupa bara 10 áhörður, þannig að það er hálfan dollara. En við ætlum ekkert að horfa bara þetta. Kíkja nefnir á Þórhall. Þórhall Inga, á minna Qualicam. Þórhall Inga í 3. sæti. Gera sinn hring hérna. Hann í bíflónum. Mér finnst þetta alltaf skemmtilegu kapli sem hann er að koma inn í. Búm, Sigurgeir komin upp í 3. sæti. Betur. Gunnar. Þú bjarsinn á fyrsta hring, sko. Já, á fyrsta hring bara. Já, ég ætla að vona að þetta verði ekki svoleiðis. Það sjálfsögðu vonum við það, en sko líkurnar á því, ef þetta miðað við síðustu keppni, þá ætlum ég bara að segja þessi ansi mikla líkur. Það var allt í klessu síðust, en við breyttum reglum í þessari keppni. Þetta var unlimited svona repair. Þú gast bara að fara inn í pit og fengi splunkun í en bíl, bara, þannig að þú óttu bara endalaust af nýjum bílum út í pit. Núna eiga þetta bara 3 bíla. Já, ok. Þannig að Þú fokkum tvísar, þá þarf það bara að passa. já, þá þarf þetta bara að passa þig, sko. Og ef þú heldur áfram á, ef þetta lagast ekkert þessi keppni, þá minnkum þetta niður í 2. Ef við þurfum að minnka þetta niður í 1, þá gerum við það, sko. Já. Nei, náttúrulega ekki. Ég sá bara smá hyggst á skjánum hjá þér, sko, en það er samt ennþá 0 rammar búin að detta hérna út. Heyrist vel í Aroni en voða illa í hinum. Það er verið hérna að Augnablik. Nú, bara mjög góð núna. Er ég góð núna? Já, mækinn var á mute. Var mæki minn á mute? Já, en allir heyrðu bara í þér í mínu mæk. Já. Gott að vita það svona eftir tímatökunum. Við erum búin að vera í 18 eða 90 mínútur að tala saman, sko, og það er bara búin að heyrast mest í mér. Við erum ekki audio-mónitorinn okkar, virka ekki, og það sést núna. Það er ýmislegt sem virkar ekki hérna, en þú veist, það virkar samt allt núna. Já, akkurat núna. Það flöktuð allir skjáitir í það, réttir útsendingu á það, sko. Þú varst að berja tölvuna þennan. Já, ég landi hérna splitturinn minn í veggin og allt. Það var hérna rússnesku leiðin og að laga þetta tótt. Ég held þetta hundi ekki færi í gangi í smástund. Svo núna er þetta alveg stable og hætta að vera í rugli. En hvað segir ég, heyrist núna vel í mér eða? Já, það heyrist mjög vel í þér, svo. Já. Út bara böttir í núna. Hvað þeir eru? Á mér þess að Þetta verður allt upp á 10 í lokakeppninni. Já, þetta verður það. Og þegar við byrjum Íslandsmeistaramótið á næsta ári í formúludeildinni, þá verður þetta allt saman orðið 100% og hætti að vera vesen á þessu allstar. Það er alveg gott held. Já, vonandi. Líka bara að lofa einhverju bjærmir á mér hérna. Herðu, við komum ekki að keppa, þetta er bara að keyra. Það er búið að flagga, keppnin er búinn. Hér er bara Patrikur og Nenni Pitt, en Andri Marís, hann er ennþá úti. Andri Marís í skittan. Þar með lauk. Þessu. Blöstu við. Lagið okkar góða. Settum þetta í gang, fáum upp Quali Result hérna, eldsnögt. Tíman á liðinu sem að það er að setja Patrik Magnússon sem tekur forystu hér og Gunnar Karl, þetta er Aðalból Racing sem tekur 1 og 2. Ég ætla að minna ykkur á að stilla bensíni rétt fyrir keppnina. Kemur góð áminning hérna frá honum Hinrik. Það er 5 mínútna pása á milli tímatöku og yfir í keppnina núna. Þannig að þið hafið nægan tíma til að setja bensín á bílinn ykkar. Já, og þú getur náður í kaffi eða vantar annan kaffi. Ég er bara að gera það, ég er bara að ná mér í kaffi, sko. Ég ætla að sýna stöðuna hérna. Svo ætla ég að opna þetta og svo ætla ég að poppa upp griddinu. Þú að taka griddið eða? Ég get ekki griddið. Toggle takk hérna. Hérna. Já. Þá getur þú skipt yfir á næsta set. Ok, herðu, það er Patrikur Magnússon
sem náði rásból og Gunnar Karl, hans liðsfélagi, honum við hlið Stíki Lúðvíksson hann í 3. sæti og honum við hliðin á honum Þóroddur Ingi í 4. sæti á 3. rásröð Hákon Darri 5. sæti og Aron Breki honum við hlið á 4. rásröð í 7. sæti Pétur Illi Einarsson í Túrbagöll og hann Fenrir Þór sem heldur betur búinn að vera að bæta sig á 8. sæti Alexander Hauksson í því 9. og Sigurjón Páll Túrbagöldur í því 10. Stefán Freyr náði 11. sætinu hérna og Andri Mares í því 12. Hinrik Haraldsson, varamaðurinn minn í 13. sæti og Yngvi Jón í því 14. og svo í 15. og síðasta sæti á ráslínni hann Eyjólfur Jónsson Já, þetta eru ráslínin, ég veit ekki þá hvað að taka í þetta núna en við bíðum bara og horfum á þetta fallega andlit á honum Eyjó Anna? Já, þá fyrir að koma að þessari yndislegu keppni hjá okkur, bráðum. Það er alveg að fara að gerast. Það er 1 mínúta í ræsinguna. Við erum bara fylgst með keppendum með þeirri úti núna. Það eru bara einhverju rólegheitum. Það er ekki æsingur í gangi. Upphitun. Upphitun, já. Eitthvað svoleiðis í gangi. Eitthvað svona. Það er inn í sál okkar allra. Hver var það? Hann Eyjó. Eyjó. Já, myndi á. Hvetja alla hina keppendur sem eru að horfa á þessa útsendingu eftir á, ég veit þið að gera. Til að senda mig mynd. Sendi mig mynd af ykkur. Það setur svo mikið svip á það að hafa feysið á okkur á það. Setur svo mikið svip á það að hafa feysið á okkur á það. Já, þetta gengur. Þetta er bara setning. Þetta er góð íslenska líka. Það var svona svokölluð íslenska, svona með bandstrik á milli. Já. Okkur Hemring sjá einan gullfallega olíubrúsa. Úr hvað er allan sem búinn til? Ætlaði að sé eitthvað inn í honum? Olía, augljóslega. Hann er smá stór. Ég ætla að vona að það sé ekki olían. Og það er gaman að fara á H&M og bara fá banka í brúsan, bara til þess að... Já, við getum alveg gert okkur Bara ferð, sko. Er þetta treppi eða? Er þetta trefjaplast? Er þetta steypa? Þú veist, býr einhver að inni? Ég veit, kannski er skrifstóra að inni? Kannski penstöl með skrifstóra að inni? Já, sko... Það getur verið. Það getur allt gerst hérna, sko. Herðu, förum yfir á... Eitthvað? Það er enginn komin á gritt. Já, það er ástæðan fyrir við fáum ekki neitt. Fáum ekki sjá neitt. Þarna sjáum við eitthvað skonar gritt. Þarna sjáum við ráslínuna. Bílarnir byrjar að trítla inn. Ekki Haukur. Það eru... Alexander. Gangi vel. Takk. Svoleiðis. Ég er náttúrulega stór hættuleg fyrsta beigja, sko. Ég er smá stressaður. Þú ert smá stressaður. Já. En... Það er ekkert víst að þetta klíki. Það er ekkert víst að þetta klíki. Alls ekki, sko.
Hér er nánast allir komnir á línuna. Það er bara Stefán Freyr Margrétarsson áttur að sníkast þér inn og hefjum við leikana, herra fólk. Þá er hann kominn inn. Þeir eru farnir af stað. Góð ræsing hjá Sigurgeir. Hann er komin út af. Byttu nú við! Patrikur missir aftur þetta. Það er þannig. Það var árekstur í fyrstu beygju. Það er bífluga sem situr eftir. Hér er meiri kaos. Hvað það? Þarna vantar dekk og Sigurgeir er komin lengst út. Gáttu þið ekki hagað ykkur þegar við verum með einn dómara? Gáttu þið ekki? Já. Hann ætlar að reyna að trítla í pittin svona, en sá sem leiði keppnina er Gunnar Karl. Hann er komin upp fyrir Patrik og Gunnar Karl. Hákon og Aron Breki er að berjast þarna þriðasæti þar fyrir aftan. Hákon. Það er ekki að missa frá sér. Nei. Og stingur sér innanverðina, eða sýnir sér allavega. Já, sendir Aron heldur betur vítt og bara hérna í gegnum zigzag beigurnar. En Aron er að halda þessu. heldur betur og eins og Kom út Hákon er bara búinn að öryggisbíll. gefa eftir. Það er það sem er að gerast. Þessin er allir að slaka á. Gula flaggið er komið á loft. Allt og mikill kaos í þessari braut á fyrsta ring. Þannig að sjálfsögðu var öryggisbílinn settur út. Já. Smart move hjá dómaranum. Þetta er ástæðan fyrir að ég er ekki, já þetta var smart move hjá dómaranum. Þetta er ástæðan fyrir að ég er ekki að stjórna þessum flöggum sko. Því að ég hefði ekki fattað að setja út öryggisbílinn sko. Ég er bara ekki gætt á perni sko. Já, sko, ég sá bara ekki flaggið út því að mæki minn er fyrir. Það færi með þess. Já, ég er alltaf að hissa þegar að flaggið kemur. Ég ætti okkur þetta gula flaggana. Og svo fattaði ég, nei, það er öryggisbíl. Herri, já, fyrsti ringurinn fór svoleiðis. Gunnar Karl náði að komast upp í annarsæti. Hér er öryggisbíl, flott, mjög gott. Patrikur er í öðru sæti eftir smá snertingu þarna í byrjun. Þetta var einhvers konar, ég veit ekki hvernig reglunar segja þetta, hvað var að gerast. Getur við séð endur sínt það? Áhugavert eða ekki, það er ekki neinn event að koma hérna inn. Já, þannig að endursýningarnar eru kannski ekki fáanlegar. Ekki eins og staðan er núna, nei. Við þurfum að spóla bara tilbaka, en við leysum það svoleiðis. Leysum það svoleiðis, en ég ætla að restarta overlay-forritinu. Ég vonum að við fáum þetta til þess að hlaða núna inn eventunum. Vonum það. Það er þannig búið að róa mannskapinn en já, sumir drýtli pittin og láta laga ýmislegt. Ég sé það að hann Sigurgeir þarna aftastur í þessari halarófu. Ég veit ekki alveg hvað kom fyrir honum, en hann var að sækja stíft á Gunnar Karl eða hann Patrik þarna í kartinu áður en hann var mættur út á grasið bara. Geita maður klárir start, halló? Það séu ekki. Ég hérna myndi ég segja. Þetta er að lítið um þetta að segja. Oppa! Já, núna fáum við inn hérna Endursýningarnar. og nú skulum við fá upp þetta hér á sinn stað og svo förum við bara Plan D. Plan B hjá EO. We are checking. Aðalból Racing Team þarf fleiri staði. Hólum tilbaka. Já, ég og Stefán erum bara með keira, með annars. Keira álega. Og hér er startið okkar. Roger. Já, þarna er bara þrjum á hennu Sigurgeir út af. Það er svolítið svoleiðis. Hún bara satt að færa sig. Þetta er svona að skella hurð á einhvern. Já, mér sýnist sko, ef þú horfir á afturtekkin hjá honum Patrik, það er eins og hann fari í spól. Já. Þess vegna fer hann í rauninni fyrir hann og hann er bara að reyna að bjarga sjálfur sér sko. Hann er ekki að reyna að færa sig til vinstri. Já, einmitt. Þetta er ástæðan fyrir
Fyrir því að Sigurgeir þrumar að núta. Og sjáum, við erum bara á Andramæris núna. Andramæris er sloppinn hér. Hver er það sem að fór í kökuna? Er það Þórhallur Ingi sem fór í klessaðan á hann? Já, Þórhallur Ingi hérna með brotin aftur öxul og aftur spyrnur sýnist mér. Og öxulinn líka. Já. Dómar aftur datt út. Já, getur við farið aftur á live bara. Já, það er allir þessir hérna sko. Getum við farið inn í þessum hring? Svona. Já, menna, er ekki alltaf komið í línu það? Nei, og ekki að lappa okkur eða? Þeir eru að spáði hvort þeir eiga að unlappa sig, dómar að... Jú, það sjá. Blótæmir er að hoppa upp í 4 mínútur leið og hann að... Ykkur nema við fáum til... leið og hann kom út sértíkara. Dómarafóritið, svo við getum gefið ykkur það. Það er ennþá í tók bara núna. Nei, við erum báðir komin út. Nei, í... Það er bara... Aðrið þín. Við erum bara að klára þennan hring og ná okkur, þá er þetta komið. Við erum ennþá að horfa á endursýningu, bara svo það séu á hreinu. Er þetta á öryggsbíl úti? Hérna erum við live. Og Forritið sem að dómari notar hérna sem að... til að stýra öllu saman, það datt út. Hætti bara að virka. þú ert bara allt í öllu þetta. Þú ert bara allt í öllu. Já, maður þarf stundum að vera það. Pétur Illi var líka í einhverju krassi. Skulum... Já... Það er gítna, við látum þetta bara... Akkur er ég að fara í Black Flag. Refsing fyrir að... hvað... Pétur Illi að... Það er eftir að hérna, allan. Ég ger ekki neitt, sko. Þannig keyrir hann bara út af, slettu við áreksturinn. Þá var það allavega ekki Eyjólfs. Kemur sér inn á brautina. Já, hvað er ég? Og hvað, já, svo kemur Sigurgeir og þrjumar aftur. Aftastur, sko. Það er búið að kera flaggið fyrir stöðu, þetta geti að vera misklikja. Æsilegt. Skáli kaffi. Það var... Eyjólfur, ég gaf þér refsing óvart, ég ætla ekki lögurinn þessu tíu, búinn að taka það þess. Þetta var dómarinn að tala. Getum við fengið að fara live aftur? Mús... Live. Pétur Illa sem að er ná hópnum aftur. Við erum ennþá undir öryggisbíl, eða ekki? Jú, við erum ennþá undir öryggisbíl. Simuleitor maður. Og... Ennþá undir öryggisbílnum. Pétur Illa er að ná hópnum, Þórhallur Ingi er búinn að ná hópnum hérna. Þannig að... á... Og Sigurgeir komið með svart flagg. Hvað þýðir svart flagg? Með refsing. Hvort sem það er frá leiknum eða dómara. Já, þannig að hann þarf að... Hann þarf að fara núna inn í pit og sennilega er þetta drive-through. En Já. mögulega er þetta stop and go. Hann er líklegast að fá refsing þá fyrir þetta krass á hann Pétur Illa. Já, sennilega. Já. Segi ég sennilega og ég man ekki einu sinni hvaða krass það við erum að tala um. Já, þetta var þetta clusterbug sem við vorum að tala um hana. Það myndi mögulega gerast og... Og það gerist. Það gerðist. Næst skulum við prófa að segja að þetta verði alveg geggjað. Já. Það verði besta keppnin og það verði engir árekstrar. Það er svona... Commentator curse greinilega... Það er real, sko. Þetta er real thing, alveg pottþétt, sko. Það hefur gerst allt of oft í útlendingu hjá okkur og við höfum verið að prófa einhverjum og hann hefur bara snúist á punktinum.
Allt of oft. En ja, hópurinn er komin saman og þeir eru byrjað að hitta dekkin, þannig að það er líkur á því að öryggisbíllinn, jú, ljósinn er komin á honum, þannig að öryggisbíllinn er á leiðinni inn á þessum hring til lok þessar hringjar. Athyglisvert að sjá að fremstu tveir, þeir eru ekkert að hafa fyrir því að hita dekkin, þeir trú ekki á þá vitleysu. Þeir eru bara bollrólegir. Þeir eru bara að passa að slíti ekki dekkjanum sínum og ekki hugsa bensínu sitt líka. Þessi tveir eru að reikna með því að það séu öryggisbílar upp á hversu mikið bensín þeir eru að taka. Þeir vita að þeir spara svo gríðarlega mikið bensín að þeir keyra undir öryggisbíl. Já. Þannig að þeir eru að reikna með öryggisbíl. Já. Þannig að ef þeir fengi aldrei öryggisbíl þá myndir þeir vera bensínlausir. Það er bara rólið, en það eru alltaf reglur í deildinni, það mun alltaf vera einn öryggisbíl. Þannig að þeir reikna bara með honum. Hvort sem er að reikna með 2 eða 3 veit ég ekki, en ég veit að reikna með einum allavega. Já, ég skil. Já, þeir eru hetjur. Það er... Já, þeir eru bara í því að custom smíða, eða Gunnar Karl gerir það, hann smíðar setup fyrir hvert einasta race og deilir því sem með liðsfélaga sínum. Þetta er hardcore, sko. Þetta er alvöru þannig, sko. Svo eru aðrir sem bara að kaupa sér stillingar á bílana. Það eru allskins vefsíður sem að selja stillingar, svo líka bara að fara að stela þeim, eða þannig. Það eru bara fríar inn á Garage 61 appinu og getur maður fundið svona einhvern sem er með drullu fínan díma og er að deila setupinu með heiminum. Já. Og maður getur bara nýtt það. En í þessari keppni voru ansi margir sem voru bara á fixed setupið að ná fínustu tímum, sko. Þannig að ég held að fixed setupið og bara venjulega setupið sé hendi mjög vel fyrir þessa braut, sko. Já, þeir eru farnir á stað. Þeir eru farnir á stað, það er komið grænt! Gunnar Karl ræsir og neglir áfram. Patrekur fylgir honum fast á eftir, liðsfélaginn, og svo er Hákon í afturendanum á honum Aroni. Já, vel farið út af. Já. Og góðu bremsupunktur hérna fyrir þessa beygju. Það er hægri vinstri og svo koma inn á langan beinakafla og mér finnst nú líklegt að hann Hákon sæki hart á honum Aroni hérna fyrir hairpinnið í 4. beygju. Með þetta að þarf hann að verjast, nei, hann sýnir sér hann Hákon en hann dýfir sér ekki. Hann er að spila langa leikinn. Það komast allir áfallalaust í gegnum þessar fyrstu beygjur allan eftir endurlýsinguna. Vel áfallalaust. Heldur betur. Hann sem sétt á millir margra hérna. Já, en hann Aron Breki er að sækja á Patrik. Patrik er búinn að missa liðsfélaga sinn rúma sekundu frá sér. Við skiptum yfir á Patrik eða Aron. Sjáum það að Gunnar Karl er eiginlega bara búinn að stinga hann af. Og það er eitthvað komið fyrir á Hákoni. Hann er að hrapa niður listan. Hákon að hrapa niður listan. Eitthvað er komið fyrir. Er eitthvað event sem við getum skoðað? Hann er alltaf hana. Þetta er eitthvað, Hákon may have crashed. Þannig er hann að missa afturendan. Snýst út í grasið. Þetta var geggja move nátt. Hann vissi alveg hvernig hann átt að sleppa sér að kúflíku, sko. Hann hafði bjargað sér. Já. Það er svona, þegar maður er að setja kannski aðeins svo mikla pressu á bílum fyrir framann, þá getur svona gerst. Heldur betur. Þannig að nú að Hákon verk að vinna, koma sér upp. Já, því að Hákon þarf á fullt af stigum að halda. Það eru alveg 4 keppnir eftir fyrir utan þessa í deildinni, en til þess að geta tekið Gunnar Karl á stigum, þá þarf hann að vera ofar á listanum. Þannig er Hákon að negla sér fram úr, sjáu þið, virkilega vel gert, komið fram úr Ringvejón. Þá er Pétur Illugi. Hann langar að fylgja honum eftir. En þetta er þröng braut á þessum kafla, sko. Þetta er ekki framúrakstars kafli, sko.
Hérna mun Pétur reyna framúraksturinn. Hendi sér hérna upp á hliðina á honum og er kominn fram úr. Virkilega vel gert. Svo Andra Marí sér, hann er að sækja á Alexander, hann er búinn að vera svona hálfri sekúndu tæplega, eða rúmlega fyrir aftan hann í svolítið tíma. Núna er einhver smá sóknin á honum. Já, Andri er búinn að koma sér upp í 7. sætið, hann ræsti 11 hefur hann rétt. Stefán kominn inn í pit líka. Eitthvað hefur komið fyrir honum. Og Sigurgeir er ennþá með svarta flaggið á sér. Hvenær þarf hann að koma inn í pit til þess að losna með það? Býtum við, fór hann ekki inn í pit áðan? Hann Sigurgeir? Já. Ég... Sá hann fara inn í pit. Hérna upp í hægra horninu, pittinum þar, pitspjaldinu, en hann er ennþá með svarta flaggið, svona spurning hvort að... Hvað veldur því? Ég bara hef ekki hugmynd. Gunnar Karl að setja hraðasta hringin, 1.20.63. Það fæst auka stig fyrir hraðasta hring í þessari deild. Þannig að við sáum það í síðustu keppni að þótt að Hákon hafi unnið keppnina þá sótti Gunnar Karl þetta auka stig með hraðasta hring. Eina sem ég sé hérna á listanum er að Sigurgeir koma út úr pittinum, en ég veit hann fór í pittin. Þórhallur Ingi að koma sér upp í 8. sæti. Hann var að hoppa hérna upp á listanum hjá mér. Hver féll niður? Var Hinrik að hoppa niður eitthvað? Þannig að við Hákon sækja hann Hinrik. Það er að sjá hvort hann reynir framarakstur á sama staðan hérna á seinasta hring. Hann er komin ansi nálægt Hinriki sem er í rauninu bara sitjandi eins og hann hleypur hann bara fram úr. Hann gerði það. Hann tekur ekki þátt í þessu kjálta. Það skal ekki vera að berjast við þetta. Alls ekki, hann er engan áhuga á þessu. Það var Andri Marís, hann er ennþá í sinni sókn. Kominn í 300 millisekundur eftir honum. Hérna minnkar bilið ennþá meira, 200 millisekundur. Hann er að setja pressun á Alexander. Virkilega vel gert, bremsaði snemma, kom hratt út úr beginni og núna komin á innanverðina hérna inn í 3. beygju. Og nær hann að halda þessu þarna. Hann er utan með Já, vel gert hjá drengnum. Kominn fram úr Alexander og upp í 5. sæti. Virkilega vel gert. Sigurgeir kominn aftur inn í pit. Nú spurning, hann stoppar. Er hann ekki að fá drive-thru og hann er að stoppa í pittinum? Ég sýnist bara það að vera málið. Ef hann fær drive-thru þá má hann ekki stoppa í pittinum. Hann verður að halda áfram að keyra í gegnum pittin. Það er einmitt svoleiðis búinn að fá það staðfært á dómurum. Hann er bara með venjulegt drive-thru og svo sjáum við það að hann er að stoppa í pittinum. Já. Það veldur því að við bælum við vandræðan þar, sko. Það er ákveðin skellur. Ákveðin skellur. Hérna er Þórhallur Ingi að sækja á hann Sigurjón og Sigurjón vissulega að sækja á Alexander líka. Það eru þarna 3 saman að berjast 7. sætið. Og sáum að hann Þórhallur var heldur betur víður þarna út úr 1. beygju. Þórhallur að gera sér sýnilegan hann að láta sér sjást í speglunum. Hann ætlar ekki að... Hann er líka komið með pressuna frá Hákoni sem er þarna... Þetta er 4 bíla slagur sem er... Ó nei. Er að gerast þetta, hann er að... Já, það er einhverjir glitsar. Það er eins og bötter. Þetta er eins og að datt mitt skjárinni á mig. Ég er að fá mér nýja splittera. Þetta gengur ekki. Herri, þeir taka þarna mismunandi línur og mismunandi bremsupunta. Þetta er athyglisvert. Hákon er þarna aftastur í þessari halaróu. En
augljóslega það finna allir þessir ökumenn fyrir pressunni. Þannig koma hann að þrengsta kafla brautarinnar og Þórhallur er að stinga sér og er komið fram úr honum Sigurjóni. Sjáið Hákon. Eftir. Fylgist með Hákoni þegar koma hérna yfir áslínuna og Sýnir sig. Esteban er nokkuð flatt át held ég á þessum bílum en svo er bremsupunkturinn fyrir beygju 2. Hann fer á innanverðina á Sigurjón og hann er komið með þetta og þá er akkurat hann Þórhallur Ingi að taka fram úr Alexander Haugsinni líka. Oh my god. Þórhallur komið fram úr Alexander. Allt að gerast og liðsfélaginn Alexander og Hákon eru þá í 7. og 8. sæti hérna hlið við hlið, getur kannski farið að vinna eitthvað saman eða koma sér áfram en hann Alexander er búinn að tapa 2 sætum á 3 hringjum. Hákon hún í 8. sæti og hvað var ekki, hann hóf keppni í 3. er ekki rétt hjá mig, 4. 3. eða 4. Jú, allan á annar rásröð. Hann var í 4. Eða 5. Ég veit það ekki. Við erum að skrifa þetta niður. Við hafa svona snapshot hérna á skjánum. Gera það næst. Hákon byrjaði 5. segir dómarinn. Það fínt að dómar að kalla. Já, það er mjög gott. En Hákon er að sækja liðsfélaga sinni það. Þegar við komum inn á, erum á hring 12 af 45. Ég á ekki vona því að hann Alexander eigi eftir að gera þetta sérstaklega erfitt fyrir hann Hákon. Nei, ekki trúa því. Bara hérna samlega inn í beygju 2 en Hákon er komið fram úr þegar komið inn á the back straight og þá er Sigurjón Páll komin í stuðarann, afturstöðurinn hérna á honum Alexander. Turbogöldurinn, hann spurði hvað hann gerir hér núna næsta beina kafla, hvort hann er að snigla sér eitthvað fram hjá Alexander eða hvað gerist þar. Aron Breki hálfri sekundu fyrir aftan Patrik. Þetta er stutt hérna á milli. Já. Sjáum hringina sem að Aron Breki er búinn að vera að setja versus Patrik er búinn að 1.21.20 hérna helling og það eru seinustu 2 hringir sem að Aron Breki er búinn að vera að fara örlítið rar og þar alveg að sækja á hann. Sigurjón er hérna líka í 9. sinni sóknar Alexander og núna ríði fjall tíminn svo við skulum hoppa þangað. Já, hann er að sækja tilbaka, Sigurjón, hann misti náttúrulega Hákon fram úr sér ástandi að Það var hjálminn. Gæði hjálmur. Já. Í flugnabú vestfarrar hérna. Það er Þórhallur Ingi að sækja Andramaríð og er að gera það bara mjög mikið og ætlar núna að stinga sér upp í hliðin á Andra og næra að koma sér fram úr. Það er bara þannig, eða hvað, hann fyrir allt og vítt. Allt og vítt. Og Andri er að koma sér aftur upp í 5. sætið. Já. Vel gert að halda dampið þarna. Það sem ég veit aðteklisvert fyrir þessa hairpin beygju er að það virðist ekki vera að menn verjist af innanverð. Nei. Það er... Þeir eru ekkert að loka innriverðinni þarna til þess að halda hann innum. Finnst það smá spes. En hvað veit ég? Andri heldur 5. sætinu, allavega eins og komið er, en hann er klálega að finna fyrir pressunni frá honum Þórhalli. Sigurgeir Lúðvíksson komið sér upp í 14. sæti. Stefán Freyr að krassa bílnum sínum eitthvað á 12. hring. Hann er með kjötbóluflaggið. Komið kjötbóluflagg mikið rétt. Og er allur grjótharður inn í gegn og harða sprettum aftur Andra og er komin upp í hliðina á honum í annað skiptið. Og þarna nær hann að læsa þetta inni eða hvað? Nei, Andri grjótharður, hann ætlar ekki að láta þetta frá sér fara. Nei. Heldur betur. Og Þórhallur Ingi komin upp í 5. og bíflugurnar bara í góðum málum hérna á Hockenheim.
Hér er turbogöltur og eftir turbogölt. Hér eru að setja góða pressu á hann, Alexander hérna. Það verða tveir að vinna saman á hann. Það verður óþægilegir nokkrir hringir hjá honum Alexander eftir smá. Hörðu, þá fyrir við á Andra Marís sem er núna í sókn. Þá er að ringa aftur. Hann ætlar ekki að sleppa honum, sko. Hann er komin aftur fram úr honum. Ha? Nei. Jú. Þórhallur fór hérna fram úr Andra. Já, við sáum það áðan. Það? Jú. Sáum það. Já, þetta. Ég var að snúa þessu öfugt í hausnum. Erum við live eða? Já, við erum live. Já. En við sjáum það að Þórhallur fór heldur betur vítandi fyrstu beyginn. Og við Pétur tóknir hérna á liðsfélagi sinn. Fyrsta beygjan það bara svo víkt í hérna og komast upp með það er magnað. Heyrðu, hvað er að gerast þarna? Aron Breki dansar hann út. Þetta var hann. Hann var á innanverðinni eins og hann væri að sækja en hætti við eitthvað. Já, kannski er þetta bara ekki góður staður til þess að komast fram úr. Þess vegna er þeir ekki að loka. Þú veist, kannski hentar þetta bara ekki vel. Já, þú veit með það, ég veit ekki. Já, ég veit ekki, það kemur bara í ljós síðar, þeir kannski segja okkur það seinna. Þess að á chatið eitthvað. Hvað er fjandanum á þetta að gera? Þú veist, okkur opnaðist þetta? Veiturinn er vissulega skíturi þarna á innanverðinni, sko. Þannig að það gæti spilað inn í að það sé óþægilegt að verðast þarna. Og það? Næst bara eitthvað risa dæmi hérna á skjánum hjá mér. Þetta spýtið gras upp í lofti. Já, það er smá drulla hann í brautinni eftir sannlega fyrsta ring. Patrikur var að setja þetta besta ring, kom með eitt auka stig fyrir það. Kíkjum yfir á hann þarna nei, Tindi, afsakið. Getur illuga bara. Og þeir eru bara já, heldur betur vítt. Fær maður ekki refsingu fyrir þetta? Jú, þú getur fengið incident. Já. Incident. Og ég veit ekki hversu vítt þú mátt fara þarna. Hann er komið 8 incident í heildina, hann Pétur Illugi. En þarna ættu túrbókjæltir klárlega að prófa að víxla bílunum. Bara spila liðarleikinn. Já, hann er augljóslega mjög hraður, hann Pétur. Og já, þú sjáum það hérna ringur 11, 12 og 13 eru 22 hjá Sigurjón Pál. Pétur Illugi er búinn að vera að fara 21 síðustu 5 ringi, sko. En hins vegar er pressan frá honum Pétri farin að setja pressu á Sigurjón og Sigurjón er búinn að vera í 21 síðan að hann fékk hann í afturendan. Já, þannig að kannski er þetta bara gott. Þannig Sigurjón kominn ansi nálægt honum Alexander. Já. Þannig að það er að reyna eitthvað. Þórhallur Ingi að setja hraðasta ring núna. Rikkils er upp einu stíði þar. Herðu, hann Aron Breki kominn ansi nálægt Patriki, skipti yfir. Hann er að sína sig. Það verður ekkert fát á Patrik hér. Bilið í Gunnar er ekki að tegjast neitt lengur. Það spurning er Gunnar að hætta að reyna. Hörðu, það er eitthvað að gerast hérna fyrir aftan. Þarna var breytingin, þetta var einhver að hleypa fram úr. Já. Pétur ekki að fara fram úr Sigurjón Helgason. Og þá kemur ljós hvort að Pétur getur sótt að einhver alvöru á Alexander. En Hákon virðist það að fara fram úr Andra einhverjum tímapunkti, við mistum á því. Já. Það var Þórhallur Ingi sem var fram úr Andra áðan, en Nú verður smá spennandi að sjá hvort að Sigurjón ná að sækja vel á hér. það er allavega
skiptum aftur yfir á Aron Breka núna. Er að hann skellir sér ekki tífur, hann Nei. spila kannski langa leikinn bara. Já, en hann nóg að ringjum eftir og ef hann að halda sér þarna og getur lært á Patrik, lært hvað hann að gera mistök og hvað að taka varmúrinu og kannski bara gott að nýta tíman í það. Kannski Gunnar var að halda sér í sekundinni við liðsfélagann til þess að veita honum þetta kjölsók sem hann þarf kannski að halda til þess að halda honum Aron Breka fyrir aftan sig. Það kannski svolítið dýrmætt þetta kjölsók niður beinakaflan. Það að höllunlíkindum að hjálpa Patriki að ná endarhraðanum. En svo þessi bílar búnir svona overtake búnaði. Þeir hafa 100 sekundur, eða ekki? 200 sekundur í keppni sem þeir geta notað að vild en þeir þurfa að hlaða svo í 100 sekundur að þeir geta nýtt það aftur þannig að þeir geta ekki verið að kveikja slökkva því að vild þegar þeir eru búin að kveikja því og slökkva svo að því þá þurfa að bíða í 100 sekundur þangað til að geta kveikt á overtake búnaðinum aftur og þetta veit þeim hvað 50 auka hestafl? Í 25 held ég, 25-30 eitthvað svoleiðis. Skilst þetta sé 5% aukning. Já. Það munar samt alveg helling. Það munar rosalega, þetta er líka svo léttir bílar, það munar alveg gríðarlega miklu þegar maður rítur á takan. Hann bara, bílinn út úr beygju með miklu líklegri til þess að snúast bara þegar maður aðeins og grimmar á gjöfuna. Gunnar Karl að leiða þessa keppni, hún að leiða hana allan tíman. Það hérna smá airtime þrátt fyrir það að vera bara bremstur og það sé ekkert að gerast hjá honum. En Aron Breki hérna bara rétt fyrir aftan, það ekki langt á milli þarna, alls ekki. Það eru 2,5 sekúnda yfir í fyrsta sæti, svo Aron Breki á fullan séns hérna á því að komast. Aron Breki búinn að vera frekar óheppinn í fyrri keppnum hjá okkur, búinn að standa sig gríðarlega vel. Og til dæmis í jólamótunni stóð hann sig frábærlega og sérstaklega þegar hann bakkaði inn í pittin, það var æðislegt múf. Hann sneri óvart öfugur og bara bílinn hans í hakki og hann bara skellti hann í bakkir og bakkaði restina af pittinum, hann gæti ekki snúið við hvort sem er. Fáránlega vel gert. Svo það myndi gleðja mig mikið ef Aron Breki kemst á pól hérna í dag. Ná það skilið. Fylgjum honum hérna inn á þennan langa beinakafla og sjáum hvernig hann sækir á Patrik. Hann er of langt frá hérna allavega þessum ring. Þeirra stýrnum til okkur Eyjó. Það er staðugur. Það er að stýta því að þeir nái hægari umferð. Eins og Gunnar var að nefna hérna. Já, það er aðeins búið að dreifast á hópnum og við sjáum það að það er ekki undir sekundu hjá neinum að nema þessum efstu þremur. Kaffi tilbúið fyrir... Hann verður með kaffi tilbúið fyrir Gunnar þegar hann kemur. Það er húmor í honum við bíla. Aldrei búið að togna á mönnum hérna. Já. Það veit á konunni. Ey, og hress. Mjög hress. Sjáum hvernig þessir efstu þrír koma til með að ná fram úr og þetta getur hendað á þægilegum stað, þetta getur líka verið á mjög óþægilegum stað. Hér er Pétur Illi búinn að ná Alexander aðeins meira, komin í 300 millisekundar, cirka bát 400. Sigurjón Helgason komin 2 sekundum eftir liðsfélagin sínu, þannig að það var rétt múf hjá það með hann að hleypa Pétri fram úr og svo hann getur nú farið í sókn á Alexander á Team AH Racing. Turbogöldur gegn AH Racing. Hann er mjög nálægt þegar áður en kominn á beinakaflan og þá er spurning hvort þeir séu með overtake á. Já, hann er allavega, Pétur er með overtake sitt á og séu að ljósa blikkarnir fyrir ofan hjálminn hans og hann er kominn á innri og þetta er nánast komið hjá honum fyrir bremsukaflan. Já, virkilega vel gert. Notaði overtake á réttin tíma og kom bara einfallega hraðar inn á kaflan. Og Alexander á hrósunum hérna. Alexander tók alveg eftir í sjálfur, þetta var vel gert. já, snirtilegt. Hann bara, hvernig ég óskum nú ekki frútað þessu. Hvaðan komst þú? En takk eftir að bilið í Gunnar Karl frá Patrik er búið að minnka.
Það er eitthvað aðeins verið barátta að komast fram úr. Það er alltaf erfitt að komast fram úr. En spurningin er bara, er Patrikur bara búinn að hoppa áfram og Aron Breki er þess vegna búinn að missa hann aðeins frá sér? Það virðist vera og hann er búinn að Aron er búinn að slaka aðeins á þessari gífurlegu pressu sem hann var að setja á Patrik núna áðan. Ekki er það því hann er að ringið hans er að versna, hann er með nákvæmlega sömu ringi, kannski 200 millisekundum hægar en á síðasta ring, en það er Patrikur hins vegar sem er að gefa í. Það er hann sem er að bæta tímann sinn hérna, stöðugt og er að sækja á Gunnar Karl. Hann er núna að setja bara mjög svipað til meira þess að betri síðustu 5 ringið hans eru að jafna það betri en ringið á Gunnar Karl, þannig að það er ástæðan fyrir hann er í þessari sókn. Það er spurning hvort að það sé einhverja liðskipanir eða hvort að Patrikur hafi heimild til að sækja á mannin sem leiðir. Hér er Stefán Margrétarsson að gera einhver mistök og snýr bílnum og sleppur hann við vegg. Nei! Já, kissir hann aðeins. Kissir hann aðeins. En ekki mikið tjón á bílnum, allavega sjáanlegt. Nei. Spurning hvort hann þurfa að fara í pittin og láta laga eitthvað eða hvort hann komist upp með þetta. Já, virðist bara vera að Aron sé bara að byrja að slaka á 1,5 sekúnda í Patrik núna en Patrik vissulega er að sækja stíft á liðsfélaga núna og verður komin trúlega undir hálfa sekúndi þegar þeir klára þennan vinna kafla. Pass right. Fenrir að taka fram úr, ringa hann. Fenrir í fjórða... Herðu, við þurfum að ræða það eins. Fenrir er í 4. sæti. Virkilega vel gert. Virkilega vel gert. Hvernig mistum við á því? Hvernig ekki... Heyrðu. Ó nei. Þarna var Sigurgeir að senda Eyjólf heldur betur út í móa. Sjáum það, hann kemur þarna á innanverðuna og já, það væri nú hann að voða lítil. Já, dómararnir geta skoðað þetta, hvort þið sjá eitthvað aðtöku eftir þetta en þarna, hann var vissulega á innanverðinni og þetta sagði okkur lítið. Þetta sagði okkur ekki neitt, bara nákvæmlega akkurat ekkert. En... Nei, kannski. Já, verður snerting, ég er ekki viss. Nei, þetta eins og segir er bara dómarinn að finna út í hvað er að gerast. En Fenrir Ponsi er í 4. sæti, virkilega vel gert hjá drengnum. Hann hefur nú ekki það hann sé slæmi bílstjóri, hann er mjög góður bílstjóri, hann hefur ekki alltaf verið nálagt topp sætunum. En hér er hann komin í 4. sæti, Fenrir Þór Söndrinsson Ponsi fyrir McLaren Racing, virkilega vel gert. Og meðan að Stefán liðsfélag hans situr hér í 14. sæti eftir árekstur í byrjun og svo annan árekstur áðan. En þó tókst honum hér að koma sér fram úr Eyjólfi þegar Eyjólfur tók góða flippið hérna áðan og sneri sér. Getur við fengið stöðutöluna til það? Já, við getum líka að fara í live. Já, hvernig væri það? Það væri brilliant. Þetta er Stefán, live. Vel búið að tegjast á mönnum hérna fremst. Já, það er ekki mikið aksjón í brautinni eins og staðan er núna. Menn eru bara að aka sína keppni og það verður ekkert hreyft við keppninni með einhverjum random öryggisbíl úr þessu. Nei, það þarf eitthvað að ske. Eða þá segjum sem svo að það væri margir sem væru hringa eftir og væru að valda svona hættu eða svo leiðis en það eru 3 þarna sem eru hringa eftir. Yfirleitt ekki hættulegir menn. Sýnist þetta nú ekki vera ástæða til þess sko. Það stutt í það að fremstu menn fara að hringa hann Yngva. Vera að kissa veggið þarna. Já.
Hákon Darri í 7. sæti, komin upp í 7. sæti þó, eftir að hafa klúðrað dálítið verulega í byrjun. Já. Lendi í slysi eða hvað við höfum að segja. Hérna er Hákon að sækja á Eyjól, sýnist mér. Ringa hann. Já, hann fer alla leiðin á kvartmílbrautina til þess að hleypa hann fram úr. Það Er þetta Eyjól eða er þetta Yngvi? Þetta er Eyjólfur. Eyjólfur. Eyjólfur Johnson, Eyjólfur Johnson. Team Old Spice. Já. Voruð þið með hennan fallega logo fyrir liðið sitt. Man ekki hvað hann heitir, þetta er þarna Já. teiknimyndirnar, racing teiknimyndargaurinn er þarna. Undurinn sem alltaf flissandi. Vondi kallinn hann á skrýtna bílum. Model T skrýtna tóðinu. Svo sem sendi mér þetta ekki sem liðs logo sko. Hann gerði það fyrir mörgum árum síðan og ég ákvað bara að nota það. Já, þú meinar. Hann fekk ekkert að velja. Hákon inn í 7. Það er 5 sekúndur í Þórhall Inga fyrir hann Hákon. Og hoppar Ærising yfir á Patrik, sýn okkur hann. Já, við getum bara hoppa niður listan. Gefið bara öllum airtime. Það er bara... Tökum hérna þristi næst, Aron Breki í 3. sæti. Fenrir Ponsi komin í 4. sæti. Virkilega vel gert hjá Fenrir. Ég þarf eiginlega að sjá sko replay bara af Fenrir. Það er eiginlega bara að sjá hvað gerðist. Hvernig kom það? Já, því mér minnir, ég veit, dómari, veistu hvað sæti Fenrir var í tímatökunni? 8. Hann er með snapshot af þessu hjá sér, þetta er geggjað. Hann var í 8. sæti í tímatökunni, komin upp í 4. sæti. Mjög vel gert hjá Fenrir. Já, Þórður Ingi er að sækja Fenrir í þessum töluðu orðum og er komin aðeins inn á lagað. Hérna er aksjón í braut. Og Þórður er búinn að vera duglegur að vinna sig. Mjög duglegur. Hann er mjög hraður bílstjóri og setur mjög góða tíma í tímatöku. Hann er aðeins að berjast í bílinn í reysi að halda þessum dampi og halda hraðanum í gegnum alla keppnina, en hann getur náð mjög góðum tímum. Eins og Hann taka allt út í bílum, fór að aðeins þetta börjar. Þessi bílar eru ekkert svakalega góður í möl. Þetta er ekki rallybílar. Kannski aðaladekkin, hann er aðaladekkin sko. Já, kannski líka veghæðin, hún skiptir einhverju máli líka og stífleikir af fjöðrun og annað, en... Ok, það skiptir allt saman máli, allt í lagi. Þetta er ekki rallybíl, ok? Því okkur Yngvi. Herru, já, vístu vel á þetta. Ef það er einhvern tímann tími til að nota overtake þá er það núna. En er hann að nota overtake? Ég er ekki viss. Nei, hann er ekki að nota overtakeið, en hann er kominn fram úr. Hann er alltaf komin upp á hliðina á honum. Getur Fenrir komið undir? Nei. Það er komið með það. Virkilega vel gert. Þetta er framúrstaðurinn á þessari braut. Þetta er góð staður. Virðist vera, það bara þarf að gera það rétt. Kemur samt ekki óvart að þeir blokka ekki. Já, mér líka. Við þurfum eiginlega kannski að... Þeir fara ekki, þeir loka ekki innri kaflanum. Þeir hleypa þeim alltaf upp að hliðina á sér. Kemur hann svolítið ávart eins og þú sagðir áðan. En það eins og ég, það hlýtur að vera eitthvað sem veldur í að keppendur eru að keyra svona þarna. Hvort sem það er bara að þeir telji, ég veit það ekki, nei, ég bara skil það ekki. Ég verða mikil það, ég myndi halda að það væri mjög gáðilegt að fara hann inn til hægri og hægja þannig á hinum bílum og hleypa hann ekki fram. En já, beigjan er ansett þröng, já, ég veit það. Hver eru við að þykjast vera? Hvað? Nákvæmlega, ég er bara vinn í hérna sko. Sofa racerar. Getum við þarna, fengið kannski einhvern veginn spjallból eftir og spurt út í þetta? Já, kannski getum við gert það. Wow. Getur Illi þá komið núna í sekundu fyrir aftan Andra. Hann var í sókn á hann áðan, var undir hálfri sekundu. Andri er að fara að taka fram úr hérna hægari bíl.
líklegast Eyjólfur. Gott kjölsöðun alltaf niður beinagaflan. Spurning. Sjáðu, kíkir hann. Já, já. Þarna gat hurð nærri hælum. Heldur betur maður. Þetta var óþægilegt, sérstaklega óþægilegt fyrir Pétur Illega sem var að lenda í þessu. Eyjólfur var ekki alveg að gera sig grein fyrir að hann væri bíll þarna megin, gaf hann nóg pláss hinu megin hins vegar. Pétur Illega ennþá, já, hann er nú komin í 1 komma eitthvað fyrir aftan hann andra. Já, hann... Mista hann aðeins frá sér þarna út af þessu. Þórhallur Ingi að setja hraðasta hring. Það er svoleiðis. Já, eins og ég segi, Þórhallur Ingi er ansi hraður, sko. Hann þarf bara að klára race-paceið. Hann þarf bara að halda sama tíma aftur og aftur. Hann er komin í 1.19 og svo eini sem er komin í 1.19 hérna í dag. Og ekki bara 1.19, heldur 1.19.5. Hann var gott rann að vera bensínlaus undan öllum hinnum. Þess vegna kemst hann hraðar. Eða þá hann er bara einfaldlega að setja geggjaðan tíma, þetta tímatökutíma og... Var ég eitthvað bensín-issue í síðust keppni eða? Jú, það var á honum með Fenrir og Stefán. Þeir glemdu bara að setja rétt sett upp á bílinn sinn og fylla á bílinn áður en þeir fóru í keppni. Já, þú meina. Já, það er skemmt. Það má sjá hann í highlight myndbandinu, hápunkta myndbandinu okkar hérna á YouTube. Það má sjá Stefán standa bara meðal áhorfenda að leita bensíni sem hann er að gera. Ef þið finnið mig í þessu myndbandi, þá fáið þið 60 mínútur gjafabréfi í GT Akademíuna. Sendið þetta á mig á Discordinu okkar eða eitthvað. Ef þið finnið mig í myndbandinu, sendið mér screenshot, 60 mínútur gjafabréf í GT Akademíuna. Er eitthvað erfitt að finna það? Er þetta svona, hvað er valli? Já, dálítið. Það er dálítið erfitt. Það er aðalega því að hérna, YouTube kompressaði draslið alveg í klessu, sko. Þannig að þetta er dálítið vel pixlað. En næst skulum við upplóta þessu í 4K. Það ætti 1080p að líta miklu betur út. Einhverju hluta vegna virkar þetta þannig á YouTube. Já. Núna erum við bara fann að tala um eitthvað allt. Já, þú veist, við þurfum að tala um eitthvað hérna. Já, mikið rétt. Það er ekki eins og það sé mikil spenna í brautinni. Pétur Illige er hérna næst einhverjum og það er honum Andra Marís, þannig 8. sæti. Svo ætlum bara að líma okkur í það. Kannski skellum okkur í rólbarið og þá línundar sem hann er að taka. Þetta er sennilega einhvern mest óspennandi kafli í þessari móti hjá okkur. Að þessum 6 keppnum, það hafa aldrei verið svona margir hringir í brjálæðislega, ekki það er nýbúið að gerast, sko, þetta hætti að vera brjálæðislega spennandi, en... Já, það er bara búið að tegast þessum mönnum og... Engin ástæða fyrir öryggisbíla, því að menn eru kurteisari og ekki að taka alla sensin í heiminum og það er ekki vekkjur út um allt í brautinni. Já, þetta er... Það er ágætis raun til þess að grípa menn bara án mikils ama, en hérna er Þórhallur Ingi að taka fram úr Eyjó eða ekki? Ingva Jón. Ingvi hleypur honum hana vel. Fenrir í 5. sæti. Er lagið það í gangi? Nei, anskotinn. Finnst það alveg einhverju því? Þetta lag er búið að vera í gangi bara í 32 ringi. Já, orðið vel þreytt. Þetta er ástæðan fyrir að hérna, mónitorinn er ekki... Það verður að vera, sko. Það er mikilvægt. Mjög mikilvægt að mónitorinn sé, sko. Þetta er gott lag, sko, en ekki 30 ringi, sko. Ég ætla að setja þetta á því ykkur sem er að horfa. Af hverju er þetta ekki löngu búin að segja mér að slökka á þessu vel lagi? Ég seti þetta á Viktor Nóbrein og Turbo Wizard. Af því að ég sé ykkur í chatinu. Þetta er ykkur að kenna. Það skrifast ekki á mig. Tekið ekki á mig. Herði, Pétur Illige. Bam. Við komin í hálfa sekundu á eftir honum Andra Marís. Skulum við skella okkur hérna upp á toppinn hjá honum. Lukas, gaman að sjá Fenrir svona hátt uppi, heldur betur. Það er mjög gaman að sjá Fenrir svona hátt uppi. Þetta er alveg æðislegt, en dánandi skilja. Hann bara standi sig vel, lendi í ýmsum leiðindum. Já, svo er hann bara líka svo góð strákur. Hann er mjög góður strákur.
Heyrðu, Pétur, Hann er í æpandi sókn. Það er það sem er að gerast. Ok, easy, þetta er bara hlutnar rann. núna kemur þetta. Við sjáum það. Það er að koma á. Þetta er að styttast allan mikið. Hérna er hann overtekin í gang. Sjáum tíman þetta niðri. Já, overtekið er komið í gang. Það tikkar. Og hérna slætar hann sér fram úr Andra Maris. Eða hvað? Getur Andri komið undir? Nei, Andri límið sér samt í hann. Já. Virkilega vel gert hjá þeim báðum og getur hann svarað. Hann þarf að reyna það. Ég sá dífuna fyrir mér. Söss. Virkilega vel gert hjá Pétur Ítlaga, komið fram á Andra. Andri er búinn að vera upp og niður í þessari keppni. Það er vansi upp í 5. og komin aftur niður í 8. Já, en hann er stabílt í 1.20 núna. Síðustu 4 hringi. Þórhallur að setja enn hraðari hring, komin í 1.19.4. En það eru fleiri komin í 1.19. Gunnar, Karl og Patrik eru báðir komin í 1.19 líka. Og Þórhallur og, nei, ég var búinn að segja það. Svo er Sigurgeir í 12. sæti, hann er líka með 1.19.9. Nú er spurning hvort að Andri geti svarað hérna á þessum hring. Hann ætlar allan ekki að sleppa hann frá sér. Lúkas Valur segir, var gaman að sjá þess að braut í F1, já, hún var það vissulega frá 2000 og eitthvað til 2019 og þarna iconic moment á þessari braut þegar það byrjaði að rigna helli demba sko. Mælum með að kíkja á highlights af því á YouTube, það var góð keppni. Turbovísatórun frekar þreyttur að heppa hann með þetta í 45 mínútur. Ég er ekki hissað maður. Já, bara þegar þetta gerist næst, ekki ef, heldur þegar þetta gerist næst. Þegar. Segið okkur bara fucking slökk á þessu. Já, þú veist, bara með látum, ekki verið eitthvað að skrifa eitthvað ljúft neitt. Skrifið bara, viljið drullast til það slökk á þessu lægi. Og bara skrifið það oft ef við erum ekki taka eftir hlutunum, sko. Já, bara, Liggur við að ég segi ykkur síman hjá mér svo þið getið hringt. Já, ég læt ykkur vita síman. Hinrik að æpa eitthvað. Af hverju er hann að æpa eitthvað? Var hann ekki bara að spinna? Í samkvæmt upplýsingatöflun okkar. Hann var kannski bara að þakka fyrir sig. Það verið að fá að slæta inn á framúrunum Yngva og honum Eyjólfi. Já, það verið það bara. Já, sennilega. Ennilega. Sigurgeir Lúðvíksson komin upp í 12. sæti. Hún stingar sér fram á Ingo Jón. Hún var að gera svona rétt á hann. Og hoppuðu bara aftur yfir á Andra Maris sem er ekkert að hleypa Pétri neitt frá sér. Og hann á helling eftir að hafa overtekinu sínu sko. Já, hann á það, en svipar svo sem með Pétur. Hann á 40 sekúndum minna, þannig að já, það er ekki svo mikið, en Andri er alveg bara, hann heldur sér við honum, hann vil bara líma okkur hér. Þetta er það sem við fylgjumst með. Þórhallur Ingi að setja enn hraðari hring og fær fyrir það 1 auka stig ef hann er að halda þessu út alla keppni. Gunnar, Karl og Patrik eru báðir að fara 1.20 síðasta hring slétta. Með þessu áframhaldi getur Þórhallur, já, hann getur alltaf náð Aron Breka held ég. Hann er búinn að vera að sækja síðustu hringi sko. Það bara þessi góðleikur því að hann hitti liðsfélaga sinn hérna hlið við hlið á eftir. Er eitthvað af þessum keppnum sem voru í F1-deildinni? Það verður að spyrja. Eru eitthvað af þessum keppendum sem voru í F1-deildinni? Pétur Ítli og Sigurjón. Við erum með gæja úr formúludeildinni hérna. Við erum aftan okkur. Hann er með alltaf reynu. Og svo er einhvern turbovissard sem segir Pétur og Sigurjón. Williams. Já, turbovissardin er einmitt formúlu 1 deildar. Herru, nú er Andri kominn í afturstuðarann á
Petri búinn að sækja vel á hann núna síðasta hringinn. Þannig að Petri heldur betur að finna fyrir pressunni. Þetta eru John McTreatill og Brainpower. Ha? Úr formúludeildinni þess að. Já, Þeir hétu það í formúludeildinni. Maður mátti heita svona skrýttu nöfnum í formúludeildinni. Já, þetta voru bara random orð fyrir mér, sko. Skiljanlega. Já, þetta eru þeir. Brainpower var verulega hraður í Formule 1 leiknum. Það var nú góð deild. Mjög skemmtilegt. Og það er komið ný svona Formule 1 leikardeild. Gult flagg! Það er gult flagg! Það er gult flagg! Það er gult Pétur og flagg. Sigurjón í Williams einmitt þeir voru að... Það var góð deild, þetta var mjög góð deild og núna eins og segja, það komin einhver ný deild. Hvað þýðir gult flagg? Öryggisbíllinn. Já. Öryggisbíll, það komur út öryggisbíll. Akkur var að koma úr öryggisbíl? Já, það var árekstur. Þú skoða það? Já, við erum að skoða það. Það er Eyjólfur Já. sem að massar hér Hann er orðin að pönnuköku með hlinþýrópi. tækið sitt. Það gefur okkur sýndarveruleika ástæðu til þess að setja út öryggisbíla því að núna er allt í tætlum á brautinni og það þarf að taka til. Það þarf einhver að sópa, sko. Einhver þarf að fara að sopa. Já, getum við hort á eitthvað annars samt eða? Þarna. Þetta er, sko, þetta var spennandi barátta milli Andra og Péturs því að Andri var að koma tilbaka þarna þegar öryggisbílinn kom út. Já, en núna er Kíkjum þetta bara á ennþá meira spennandi, sko. Það er að stytta bíl. Það er eitthvað að segja. Það er ekki öryggisbíl í gangi. Það er allir að stytta bílið, eða ekki? Jú, það er allir að geta bilið. Eru að horfa á endursýningu núna? Nei, Við erum live. við erum live. Þeir eru bara að ná Já. fremstu bílum, þeir eru að ná Þarna. þeim. Þannig að það er ástæðan fyrir akkur það er verið að stytta bilið. Það eru allir að þjappa sér saman. Jöp. Og við tökum núna nokkra hringi undir öryggisbíl. Ég veit ekki alveg hversu marga, en eru menn að fara að afhringa sig núna þegar það eru svona fáir hringir eftir? Það er kannski... Þeir eru að því. Alexander Hauksson hefur ekki fundið overtake-takkan í þessari keppni. Hann á allar 200 sekundur síðan eftir. Og sama má segja Hákon. Og Patrik. Þeir eru allir þrír með 200 millisekundur eftir. 200 sekundur, ekki millisekundur. Já, 200 sekundur, já. Já, þetta verða spennandi síðustu hringir og ef þú átt svona mikið af overtake eftir þá ertu heldur betur að græða á því svo síðustu. Stefán kominn með 3? Nei, coming through. Coming through, já, ég var einmitt bara, man. hvað þýðir það? Hvað þýðir hann sem kominn með 3? Stefán og Eyjólfur sem eru hérna í 14. og 15. eru báðir búin að lenda í einhverju sleysum og fara tvisa sinnum inn í pit. Eyjólfur er að fara að keyra framhjá. Það er sem 3 skiptist þeim mega að fara í pit. Það er ekkert veið fyrir mér. Sjá endursýningu að þegar að Sigurgeir er fram á Ringvajón. Það er svaðalegur rönni hérna inn kaplan, beinakaplan. Miklu hraðar. Miklu hraðar út. Niklas er hérna fram úr. Það er að koma bíl í gegn, það fyrir ykkur. Hér er Pétur Illi þegar hann fór fram úr Andra Marís. Það er gert þar. Svo hérna sjáum við Þórald Inga Jónsson vera að fara fram úr Fenrir Ponsi fyrir 4. sæti. Það er sami kaplinn. Ég skil ekki okkur menn lógiki. Já. Hér er Stefán Freyr að fara fram úr Eyjó, já, það var þegar hann var í pittinum. Geggjaður framúrakstur. Geggjaður. Frábær, alveg frábær.
Nú, hérna er Stefán að snúa sér, já, það var þegar hann snýri sér á hann. Allar að leiðir þannig að snappaði tilbaka. Já, hann er með skemmdan hann að hægri vængin. Hægri blötun allavega. Stefán fór síðan ekkert í pitt, er það? Nei. Stefán hefur sleppt því, sýnist mér. Því hvergi hérna tilkynningu það. En núna fer hann hins vegar í pitt. Á hring 37 ákvað hann að henda sér inn í pittin. Á snögg af viðgerð. Ég verði viðurkenna, ég hef ekki þorað þessu. Undir öryggisbíl? Já sko, hann á bara eitt eftir. Þú veist, núna er hann að taka síðasta quick repairið sitt. Já. Næst myndi hann þurfa að fara í viðgerð og vera kannski 5 mínútur í viðgerð. Já, ég skil. Er komið eitthvað í ljós með Season 2 af mótoröðinni? Það er að skýrast, skulum við segja. Við stefnum á að gera þetta Íslandsmeistaramóti 2026. Endum okkur í live núna. Og byrjum að keyra það einhvern veginn í lok ársins 2025. Öryggisbílinn kemur inn á þessum hring. Þannig að þeir eru farin að hita dekkin. Heyrðu, hann Gunnar Karl er farin að hita dekkin. Eitthvað sem hann gerði ekki á hann. Bíll að koma í gegn. Þegar þeir fara af stað þá verða 5 hringir aftur eftir að þessu kapastri. Þannig að Þetta verða rosalegir 5 hringir. ég ætla að vona það. Við erum ennþá einhverjir að fá að fara áfram. Menn að afrenga sig og bílinn bara fara inn. Já, já. Já, það er... Þetta er bara Abu Dhabi 21 kallið minn. Já, Abu Dhabi controversy, maður. Leiði Stefán en var gott sent en hann farin á stað. Já. Getum við verið í þyrlunni þegar við förum á staðið? Já, mikið það. Jaha. Já, mikið það. Þannig er Gunnars farin að hægja á hópnum. Öryggisbíllinn er að fara inn. Gerum okkur klára. Búmum okkur aðeins hérna út. Sjáum öryggisbílinn hann í fjarska. Taka Gunnar, beiguna inn í pittin. Og þá leið fer Gunnar Karl af stað. Patrik er ekki sleppa honum í þetta skiptið. Það er augljóst. Þeir ætla að skilja Aron Breki samt eftir. algjörlega. Aron Breki er bara að falla niður listan. Hvað er að gera? Hann er að hleypa einhverjum fram úr sér. Þetta er hættulegt á þessum kafla. Úf, og hérna. Nei, sjúss. Hvað var að skeða þarna? Ég skil þetta ekki. Þetta var ekki staðurinn til þess að vera að hleypa einhverjum fram úr. Nei, ég veit heldur ekki af hverju hann vætti að vera því. Kíkjum on board á Patrik. Heldur betur náðat viðsfélagar sínum. Getur hann sett einhverja alvöru pressu. Hann á allt eftir af óutekinu sínu. Allir komast þokkalega áfallalaust í gegnum en fyrsta kafla Eyjólfur að fara aðeins út af. Fjarska. Reyndar Inguðjón. Yngvi, ok, þeir eru eins bílum. Já. Alexander í pitt. Ha? Já. Allir þessi bara. Af hverju er Alexander í pitt? Fenrir, búin að hrapa niður lista. Fenrir er með slys. Fenrir er með slys. Þetta er kommentator. Hvað gerist þarna? Hvað gerist fyrir Fenrir? Fenrir kemur hérna út. Hann fyrir aðeins og snemma á gjöf. Bíllinn er ennþá laus eftir að hafa verið upp á körpunni hérna. Sjáu hann hoppa til og missir afturendan. Yes. Vonlaust og það er... Herðu, skiptum við. Bittur og fitt. Herðu, Þórhallur er komið fram úr. Sjáum endursýningu hér. Hoppur svo beint yfir á live. Þórhallur nær betra exit og nær að koma sér upp hliðina á honum, bremsar líka talsvert seinna
Hann er læsat inni. Virkilega vel gert, en hér Patrekur að svara, nær hann að halda þessu, koma hnífjafnir hérna út. Og hvað, þeir eru með hægri beygju næst, þannig að Patrekur er með yfir hendina núna og er tæknilega sér komin fram úr, búinn að negla. Hann heldur sætun, en Þórhallur er ekki búinn að gefa neitt eftir og þannig er Hákon komin í baráttuna. Komin í slaginn aftur. Já, þetta er heldur betur spennandi síðustu hringir. Þórhallur ennþá í sókn. Það er brjálæði að gera á þyrluflugmannum okkar ákveður þessu. Fleiri verður. Getur Þórhallur svarað aftur. Það var virkilega verið gert hjá honum á síðustu hring. Og miklu hraðar. Hann líka bara myrðir körpið á einum. Algjörlega. Hann er núna komin á utanverðinni og er komin, nei, þeir ætla að fara samanandi gegnum beina. Þetta er svakalega. Nei, ég snerti skjáin minn og rúst öllu anskotin af það. Þórhallur snýr og er komin niður í 10. sæti núna. Hvað er sá 11? Missar hann, já, 11. Þetta, Hákon nýtir sér þetta og er komin upp í annað sæti. Hákon komin í annað. Hvað er óvælega fórhætti mitt? Hanna, já, frábær. Það er allt að gera. Ræðilegum tíma. Patrekur er að sækja Hákon. Gunnar Karl er væntanlega bara að horfa á stöðuna riðilast þarna fyrir aftan. Sjá hérna þegar Hákon er að koma sér fram úr. Hvað gerist hér? Hann bara nær að koma sér upp á hliðinni. Já. Er bara með betra exit inn á kaflan og er bara komið fram úr. Já. Það er bara svo einfalt. Hákon heldur betur búinn að nýta sér endurhæfingarna eins vel og hægt var. Patrekur ætlar að geta sleppa hann frá sér hins vegar. Við erum komin í live áttur. Límir sig hérna alveg við hann. Sigurjón Helgason er í 8. sæti og er í sókn. Hvar er Sigurgeir? Hann er í 7. sæti. Strákurinn var hingað. Hérna er kappakstur Sigurjón Páll. Hingað sér upp í hliðina. Andra nær ekki að koma sér fram úr. Andri passar sig á því að bremsa nógu seint. Hinrik réttu eftir þeim. Fenrir Þór Söndrursson sem var í 4. sæti áðan og svo 5. og nú komin í 10. eftir klúðrið. Þórhallur Ingi líka komin í 11. sæti eftir að vera í 3. sæti. Skilja vel gert. Hjá honum að koma sér þangað en svo kemur klúðrið. Patrekur er ekki að halda 300 millisekúndur. Hann er að missa Hákon örlítið frá sér jámöl. Ef eitthvað? Já, þetta er erfið kafli til þess að vera fyrir aftan bíl. En fyrir að koma inn á hendur í kafla fyrir Patrik til þess að sækja. Gunnar Karl átt okkar hraðasta hringinn. Og er þar leiðandi komið 36 stig og hann er að halda þessu svona. Já, mynda, hérna skiptir exitið öllu máli. Og hann hendur í overtekið. Patrikur er komið overtekið á. Er Hákon með það líka til þess að verjast? Spurning, en sækir komin í 250 millisekund núna. Hann er annars en áður að hérna er Hákon að verjast. Þetta er vörn. Þetta er vörn. Og hvað gerist? Sem við erum búin að vera að tala um í allt kvöld. Þetta er ástæðan fyrir því mögulega að þeir eru ekki að nota þessa vörn. Ég meina, það er ekkert annað fyrir Hákon að gera. Annarkur gæti hann gert þetta eða ekki neitt. Já, og núna þarf hann bara að halda sér í störunum á hann. Við gegnum þennan kafla af hringnum sem er ekki eins hentugur fyrir framúrakstur. En ég býst við svari frá Hákoni þar að hérna á næsta beinakafla. En núna er Patrikur búinn að slökkva overtekinu sínu sem þýðir það að Hákon getur svara með sínu overteki Já, á næsta beinakafla. Patrekur er ekki búinn að slökkva á sínu. Hann er örugglega búinn að gleyma því. Hann er bara að það er að tikka niður hjá honum á fullu. Hann er komin niður í 50 sekundur, Hákon á 155 sekundur. Patrekur er komin niður í 42 sekundur núna, þannig að hann er bara með bústið í bullandi botni, kannski planið. Þetta er náttúrulega að loka hringur en ég veit ekki hvað ég er að segja. Af hverju er Hákon ekki að blasta sitt? Þarna var það bara í gang loksins.
Nú það bara síðasti ringurinn. Þegar að Patrikur klárar sitt eftir 25 sekundur, þá á Hákon 110 sekundur eftir. Og hann ætlar að verjast inn á verðinu líka. Hákon ætlar ekki að... Það switcheroo hérna. Nei. Hann hefði Hákon átt að líma sig á vinstri hliðina þarna og ná hraða exitinu. Come on. Mögulega. Nú bara einn möguleg eftir fyrir Hákon til þess að taka fram úr og hann visslega í stöðunum á honum. En það hérna næsta beygja sem til hægri, sem síðasti sjansinn hans. Ætlar hann inn á verðina, hann ætlar að tróða sér inn á verðina. Þetta verður ekki. Þetta verður ekki til og virðist vera að Patrikur ætla að halda þessu fyrir síðustu beygjunar. Þetta lokahringur núna? Þetta lokahringur að Gunnar Karl sem að fara inn í gegnum markið og sigrar. Virkilega vel gert hjá Gunnar Karl. Búinn að leiða alla keppnina en hérna Patrikur að taka annarsætið Aðalbón Racing sem tekur þetta og Gunnar Karl að taka hraðasta ring 1.18.5 á síðasta ring og þá sjáum við hann bullandi í spóli. Komin í slæt og læti. Sigurvegari dagsins Gunnar Karl Vignisson. Tekur hérna fagnaðarspólið sitt. Jú. Herðu, Þórhallur Ingi tekur hraðasta ringtíman af Gunnar Karl á síðasta ringnum. Þórhallur Ingi í 11. sæti með langbesta ringinn. Rosa. Virkilega vel gert. Hvað bæstu vera Wilspen í kemstu þegar? Hvernig var að grípa í spjall? Já, þegar stórt spurt. Sko, vandamáli við spjallið er að ég ekki alveg viss að við munum heyra í. Þess eitthvað? Já. Eru þeir í okkur eða? Nei Gunnar, skulum bara sjá hvað gerist. Ég meina, í versta falli heyrum við ekki neitt. Motherfucking pit. Gunnar, blessaður. Já. Heyrir í Sjöfum mér? kemur fram með mér. Heyri þér, já. Ég er ekki hissa, þetta var líka skemmtilegt innkoman hjá þér, þannig að maður var ekki shit, eitthvað sem hún sagðir. Herðu, við erum með hérna smá spurningu fyrir þig. Fyrst og fremst, til hamingju með sigurinn. Mikið svakar bífluga flott hérna fyrir fram. Henrik, hættu að tala um þessa bíflugu, við erum að tala hérna. Hairpin-beygjan, er ekki hairpin? Jú, þetta er hairpin. Jú. Af hverju eru menn ekki að Hræðilegur. blokka hægra megin? Meiri Sá ekki Patrik blokka hann inn í... Mikið rétt, við sáum Patrik og Hákon reyndar gera það, en allir hinnir voru ekki að blokka. Ég held þetta sé hræðsla, sko. Ég held þetta sé eitthvað svona, menn séu bara í mómentinu og ekkert annað, sko. Ég skil, það geti verið það. Við vorum að spá hvort þetta væri bara óþægilegt að taka farmúruna, en svo sáum við það að þegar Patrikur lokaði innri, eða þegar Hákon lokaði innri, þá komst Patrikur á ytri og náði talsvert hraðari leið út, þannig að við vorum að spá hvort það væri kannski... Það er bara... Patrik er bara mikið betri, hann er bara góður. Nei, ég er þetta hvað. Nei, Patrik var svona aðeins snild, sko. Þetta var ógeðslega vel gert hjá hann. Já, þetta var Það bara mjög gott gerir hjá það honum. kongur. Bara fullkomið liðsfélagar. Það sama má segja um þig sem að tókst sko hraðasta hringa á síðasta hringnum, en svo náði Þórhallur Ingi að stela honum á þér. Já, myndi þetta hann var ógeðslega hraður. Hann var rosalega hraður og gerði bara Bara. smá mistökarnir sem urðu til þess að hann droppaði niður listan og er núna í 11. sæti, en hann var hérna á höttunum eftir ykkur. Já. Já, ég bústaði rétt fyrir öryggibíl. Ég bjóst ekki við öðrum. Ég ópaði heldur sár. En nei, þetta gekk. Þetta gekk, mikið rétt. Og bara enn og aftur til hamingju með sigurinn. Jó, takk hættur. Bara bíða hilsa þér, það var næs. Ég ætla að draga aftur inn á eitthvað chat þarna. Og að Já. gefa Hákon þetta yfir og spurninga hvernig hann hefur það. Halló, Hákon? Halló! Já, blessaður, hvernig hefur það?
Ég hef það bara mjög fínt. Ég er svolítið taugaveiklegar eftir síðustu hringina, en... Já, ég ætla að segja, hvernig eru taugarnar? Það var það sem ég ætlaði að spyrja, hvernig eru taugarnar, sko? Ég er svona eins og Ricky Bobby í Talladega Nights. Bara hendurnar hristast bara. Mild. Það var mikið með 3. sætið. Takk. Ég þarf að vera með eitthvað góðan list af spurningum. Já, bara, þú reyndar að verðast þannig á innanverðinni í herpinninu. Já. Þú varst einn af þeim fáið sem að reyndi þann varnarakstur. Tókst reyndar ekki í það, hefur einhverju eitthvað að kommenta við það? Sko, ég var búinn að heyra fyrir keppnina að Inside væri bara king inn í herpinnið. Og þannig að ég fór bara alltaf að sækjast eftir því. Ok. Svo einfalt bara. Við tókum eftir að sumir voru að sleppa því bara að loka þarna innri, sko, og okkur fannst það svona hálf einkennilegt af hverju menn voru ekki að loka á aðra þarna. En svo sáu það þegar þú lokaðir á Patrik, að Patrikur náði að nýta sér ytri og komast hraðar en þú út úr beginu, svo þá fór ég að veltaði fyrir mig hvort það væri kannski ástæðan, hvort að menn væri búin að stratta þetta alveg í drasl, sko. Já, ég held að það hafi farið bara svolítið eftir aðstæðum. Ef þú ert í ákveðnum aðstæðum þá kannski hentar það, en mér fannst ég aldrei verið í stöðu til þess að það væri besti kosturinn fyrir mig. Nei. En Patti greinlega var í þeirri stöðu. Já. Já, skulum við skella þetta upp... það má ekki gera þetta svona. Skulum við skella þessu upp svona. Ekki? Þú ekki að skella þessu upp? Jú, við ætlum að skella upp stegunum, fá stíginn. Hákon minn, takk fyrir spjallið. Heyrjumst næst. Já, takk sömuleiðis. Og að skvetta Patta þetta inn líka, bara óskum til hamingju svona í beinni. Bráðir! Sorry. Þú ert þetta ansetta hljóð þegar maður tjóðir alveg. Ég glemdi að... Ég var bara að gleyma því. Ég hef sleppt því. Ég var að sína söngtaktana, sko. Já, velkomin maður. Til hamingju með annarsæti. Takk. Gaman að fylgjast með þér og Hákon þarna. Já, þetta var nú eitthvað maður. Mjög spennandi endur, en við vorum að velta fyrir eitthvað hairpin beygju, ég er búinn að spyrja alla þessu og við erum búin að spyrja alla þessu, en þú veist, fannst þér virka vel að vera þarna innri? Fannst þér, þú tókt eftir að þú náðir vel að fara fram úr Hákon eftir að þið fóruð inn í hairpinnið og svo hann lokaði innra megin? Var þetta... Já, ertu að meina, hvað meinar í hairpinnið, hvort það var alltaf að fara á innri eins og taka fram úr? Já, upp á að loka, þú veist, flestir keppendur voru ekki að loka á aðra þarna þegar þeir fóru inn í hairpinnið. En þú og Hákon gerðu það við hvern annan. Já, sko, mér fannst betra að vera með, sko, insæti, sko, þegar ég tók fram úr hann, sko, þá fór ég átsæti á náðunum. Ég var ekkert búinn að prófa þetta neitt. Nei, ok. Mér fannst hérna betra að lokka insætinu, sko. Það er alltaf öruggast. Já, maður... En þegar maður er með overtake, sko, þá lítið að gera. Næ, það er mikið rétt. Þegar einhverjum með overtake fyrir aftan þarna, þá er eiginlega ekkert að gera í þessu. Já. Já, bara til hamingju með annað setið og við sjáum þig eldpressan og sjúklega hraðan í næstu keppni. Yes, gera það. Það var gott. Þau vonar stígin eru búin að vera hérna upp á skjánum hjá okkur. Gunnar Karl komin 199 stig eftir þetta. Og sjá hér, fekk 35 stig fyrir stöðuna núna. Já. Bjarki Viðar er að falla þetta niður í 7. sæti, hann er hættur í Aðalbón Racing. Þess vegna sjáum við Patrik hér hvergi inn á listanum, þetta er svona keppendastaðan. Ég er ekki búinn að uppfæra... Já, þá kemur þetta hingað sjálfsögðu. Já, en núna er 50 stig sem skilja Gunnar Karl og Hákon. Þegar, hvað eru margar keppnir eftir? Þegar það eru... Fjórar keppnir eftir. Þannig að... Já, þetta er í höndum Gunnars, bara núna. Það er svolítið svoleiðis. Það er svolítið svoleiðis. Ég ætla að lemja inn stigunum hérna fyrir hérna liðin, þannig að við getum séð stöðuna á liðunum. Hockenheim, Import Standings. Allt í beinni útsendingu. Að sjálfsögðu. Á Twitch og YouTube. Þá ætti þetta að sýna okkur eitthvað.
Jú, þessi mús getur farið allar áttir. Hérna, sjáuð, Aðalborn Racing Team komin með 265 stig. Turbogöltur í öðru sæti með 179 stig og AH Racing með 177 stig og svo eru bíflugunar með 160. Það er stutt þarna á milli annars, þriðja og fjórða sætisins. Það getur allt gerst þar. Þú eru sleggirnar, þú, Viktor og Hinrik Haraldsson, hann er núna bara topp bílstjóri hérna. Svo Sigurgeir Lúðvíksson stóð sér mjög vel í þessari keppni og eins og í annari keppni áður þá endaði hann neðarlega og náði svo að rykkja sér upp listan og koma sér í toppsætin eftir sko. Virkilega í vesinni í byrjun sko. McLaren Racing í 7. sæti, svo tímoldur Alonso í 7. sæti og Old Spice er í 8. sæti. 9. sæti tökka skitturnar, þau eru refinir hérna í 10. sæti. Það er eitthvað annað lið í 11. sæti. Þetta er aldrei keyrt eða eitthvað, ég veit ekki. Skiptir ekki máli. Nú er þetta búið. Keppnin er lokið og við sjáum ykkur aftur eftir 2 vikur. Hvaða breytið þá? Þá erum við að fara á, já, rosalega gott skuli spyrja. Það ekki? Stendur hérna maður, Sandford. Sandford? 48 hringir á Sandford. Herri, ég hef aldrei keyrt Sandford. Þú hefur aldrei keyrt hana? Nei, en ég hef farið á brautina 3 sinni. Já, þú hefur farið okkur og aldrei einu sinni keyrt hana í tölvuleik. Nei. Okay. Það er ekki allir sem geta sagt þetta. Ég hef farið þetta 3 en ég hef aldrei séð þessa braut í tölvuleik. Ekki það fyrir menn sem er alltaf í tölvuleik, sko. Já, þú veist. Það er gott að vera þarna, gott andrúmsloft þarna í alvörinu, sko. En ég hef eftir að prófa að gera hana. Ég ger það, núna. Þú ferð í það. Herðu, þá slúttu þessu. Þá byrjum við að heilsa ykkur, sjáum ykkur aftur eftir 2 vikur. Allar upplýsingar inn á gta.is/formúla og ef ykkur langar að prófa að keyra óbærslega hratt í hermum þá er það gta.is/bóka. Sé ykkur í akademíunni. Það var stórfengilegt. Takk í kvöld. Verið bless. Ok, bye.